Varðandi fána við skóla, þá samþykki ég það ekki að það sé einhver stefnað Miðflokksins að draga einhvern fána niður eða fána upp. Og það að draga niður fána eða setja upp fána hvorki bætir eða skerðir mannréttindi eins eða neins. En það sem að Miðflokkurinn hefur talað enda hann og talar hann fyrir því að við getum haft heilbrigt stolt af því að vera Íslendingar og því sem að við höfum hérna í okkar samfélagi, að við megum vel hampa íslenska fánanum meira en við höfum gert, og hefur líka verið talað að við getum hampað bara 17. júní og slíkt. En ég vil líka vera alveg með það á hreinu að Miðflokkurinn ekki að tala af neikvæðni til neinna minnihlutahópa eða jaðarhópa. Það alveg skýrt að við viljum ekki hafa mannréttindi á nokkrum einstaklingi eða hópi, hvort sem að hann lítill eða stór. Jari, hvernig erum við? Við fínir. Það ekki? Jú, erum við byrjaðir? Að sjálfsögðu. Já, ok. Að sjálfsögðu. Hérna, hvernig lífum við að fara með þig? Byrjum á því. Bara vel, þetta alveg eins og þú sást fyrir þér? Kosningabaráttan? Já, bara svona nokkurn veginn. Já. Kannski aldrei eins, þetta náttúrulega fer út og suður, en þetta búið að vera mjög gaman. Já. Skemmtilegu sprettur. Skemmtilegri Miðflokknum heldur en Sjálfstæðisflokknum? Það bara mjög gaman í kosningabaráttu. Ég náttúrulega var nú ekki nema einu sinni í kosningabaráttu á Sjálfstæðisflokknum og það eru 31 ár síðan, það var nú eiginlega margt fleira breyst á þeim tíma. Þannig að það var 95 vorið. Já, 95. Já. Hérna, hvernig sér þetta fyrir þér? Byrjum bara á meirihluta viðræðum. Já. Miðflokkurinn, þeir eru svona upp og niður í skoðanakönnunum. Já. Skiptir náttúrulega engum máli þangað til að loka niðurstaðan komin upp úr kjörkossunum. En með svona útiloka á þannig, eru þið eitthvað í því? Viljið þið ákveðnir flokkar sem þið bara sjáu ekkert fyrir ykkur að vinna með? Já, bara þegar ég var nú hérna hjá þér bara fyrsta viðtalið þegar ég fór á stað sem var 9. febrúar, þannig að þetta eru komnir 3 mánuðir slettir og margt búið að gerast á þeim tíma. Og það var náttúrulega svona útgangspunktur hjá okkur að það væri búið að stjórna borgin í andstöðu við vilja íbúana núna kjörtímabilum saman, og það væri stefna samfylkingarinnar sem hefði ráðið ferð og svo við bara þekkjum varandi þessa ofurþéttingarstefnu og sem hefur haft áhrif á svo margt og rænt borgarbúa lífskjörum og umferðartafirnar og allt það, og við þurftum að fara aðra leið, víkka út borgina og byggja nýtt land með hagkvæmari hætti til að gera íbúðir ódýrari og svo framvegis, og bara margvísleg mál sem við lögum mikla áherslu á og margt var sagt það að geti þið nokkuð gert þetta. Það var meira að segja í viðtali á þeim tíma varaborgarfulltrúi frá Sjálfstæðisflokknum sem sagði að það væri of seint að gera eitthvað varðandi borgarlínuna, það hefði verið þverpólitísk sátt og það væri bara langt komið til að stoppa eða hræra í eða eitthvað svona. En núna hafa bara mjög margir tekið upp stefnu Miðflokksins eða talað þannig. Ég var á íbúafundi í Grafarvogi í gær þar sem að allir virtust vera á móti ofurþéttingu og allir virtust vilja greiða leið fyrir umferð og öllum fannst sjálfsagt að það væru hægt að leggja bíl við heimili sitt og ekki minna en 1 stæði per íbúð og svo framvegis. Þannig að maður hugsaði með sér hvernig gat þetta eiginlega farið í þennan hnút og þetta óefni ef að enginn á móti. En þetta náttúrulega sem fólk verður að passa sig á, að það eru margir sem að fara að tala eins og Miðflokkurinn síðustu dagana fyrir kosningar, en það bara einn Miðflokkur. Og líka þarna í upphafi þá voru kannanir sem sýndu að einhverjir 3/4 kjósenda vildu breytingar, alveg þráðu breytingar, að það hlustað á borgarbúa. En þú nefnir einmitt hvernig kannanirnar líti út núna og hvernig meirihlutar hægt að mynda. Það ekkert í spilunum miðað við kannanirnar eins og það líti út núna að það sé verið að fara að skipta áherslur og stefnu í borginni, því að það liggur alveg fyrir miðað við þessar síðustu kannanir að meirihlutin samfylking, vinstrið, viðreisn og sósíalistar. Það myndi ég segja, því að til dæmis í þessum skipulagsmálum hefur viðreist verið að þeir lögðu nú á stað eins og að þeir vildu mikla breytingar og Jón Gnarr var dreginn á flot og sem að sagði að tími samfylkingarinn í Reykjavík væri liðinn og þeir vera við völd allt og lengi og svona.
en ég sé ekki betur á þeirra málflutningi núna heldur en að þeir sé að stilla sér sko mjög þétt upp að sko samfylkingunni. Já, ég var með Björg Magnúsdóttur hérna og það mitt sko þjarmaði aðeins að henni með einkabílinn. Hún sagði bara sjálf, þú veist, ég er mjög háð einkabílum. Bara ég vil hafa minn einkabíl og þú veist, við erum á 2 bílum og við viljum bara hafa þetta svona. Og ég sko miðað við þann málflutning þá einhvern veginn get ég ekki alveg séð fyrir mér að hún geti unnið með samfylkingunni sko. Hún talaði ekki á þann veg sko. En hún hefur líka samt talað á þann veg að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn sé að svíkja kjósendur með því að tala að klára ekki borgarlínuna og samgöngusáttmálan bara nákvæmlega eins og hann er. Hann skrítið að tala þannig við Miðflokkinn sem á nú ekki einu sinni borgarfulltrúa eins og illu heilli og hefur talað gegn borgarlínunni alveg frá upphafi. En ég myndi miklu frekar segja að það væri svik við kjósendur að tala á þann veg að þú viljir breytingar, en það sé svo bara eitthvert leikrit sko og þú viljir bara í meirihluta með samfylkingunni og þetta er mjög skrítin málflutningur þessi gagnvart eins og borgarlínunni og það hefur auðvitað gjörbreyst umræðunum það vegna málflutnings Miðflokksins á þessum 3 mánuðum sem verið liðnir. Við höfum bent á hvað þetta er gríðarleg fjárfesting sem er fyrirhuguð. Með við núverandi notkun á strætó þá er þetta 16,3 milljónir á mann sem á að fjárfesta á hvern notanda í strætókjörnu sem á að fjárfesta. Svo sem en það jafnræði á milli þess sem er fjárfest fyrir bíla og fjárfest fyrir strætó en það er náttúrulega bara svo miklu fleiri sem ferðast með bíl. Það er fjárfestingin í samgöngusáttmálanum 600.000 per sko notanda. En það er ekki bara það er sagt sko ríkið ætlar að borga þetta. Þú veist, og bara Reykvíkingar er að fá peninga frá ríkinu, 87,5% af öllum þessum stórframkvæmdum eru frá ríkinu. En fólki veit betur og veit að ríkið býr ekki til peninga, það fær þá bara frá almenningi. Mér finnst það að vera orðið magna. Ég var að tala um þetta í þætti áðan sko, að það er komin svo ótrúlega sérstaka hugsun sko gagnvart opinberu fé, þar sem við erum alltaf að tala um það ríkið borgar þetta, Reykjavíkurborg borgar þetta. Og það er einhverju leyti líka sko út af því að Reykjavíkurborg talar náttúrulega mikið um það að ríkið þurfa að fjármagna ákveðna hluta og ríkið talar um að þeir hafi komið einhverju málaflokki yfir til Reykjavíkurborgar og ég hugsa alltaf bara, taliði bara um skattpenningana mína. Ég er að borga ykkur báðum sko. Þetta er bara, þú þurfa að taka úr sikkurum vasanum hjá mér sko. Þannig að það er annars vegar það að fólk veit, það var nú bara frétt í Mogganum fyrir nokkrum vikum að það væri svona heild verið að ræðum einhver 41 milljarð á ári í ný umferðargjöld og þar að væru 13-14 milljarðar vegna borgarlínu og þannig að sko það væru þá einhverju skynjarar þannig að þú veist það bara í hvert skipti sem þú ekur Ártúnsbrekkuna þá bara komi gjald á þig og maður heyrir tölur einhverja nokkur 100 krónur, kannski 500 krónur á hverja ferð. Þannig að þá er það bara þannig að bara hjúkrunarfræðingur sem að býr í Árbæ og fer í vinnuna á Landspítalanum, þá er það kannski bara 1000 kall á dag, 210 daga ársins, umferðargjald, 210.000 krónur á ári og svo kannski lægra gjald utan háanna tíma og eitthvað, en síðan er kannski fleiri heimilismenn og jafnvel fleiri bílar, þannig að veruleikin er sá að umferðargjöld venjulegra fjölskyldu vegna borgarlínu geta alveg orðið eitthvað þarna í kringum 500.000 á ári og sko það er mjög fróðlegt að því að Kastljós hefur verið að sýna svolítið, þau voru með könnun frá félagsvísindastofnun ýmislegt sem sneri að þéttingu byggðar. Það var mjög fróðlegt og áhuga á að nota borgarlínuna, hvort hún myndi breyta ferðavenjum, að þeir sem höfðu áhuga á að þétta byggð og að kæmi borgarlína og höfðu ekki miklar áhyggjur að því þó myndi fækka stæðum, þeir búi í 101. Það var alveg 20% stuðningur þar. Ég var að fara að segja þetta sko, því að ég er sjálfur vesturbæingur, harður vesturbæingur. Og það sem að mér hefur þótt svona vera pínu skrítið, við erum pínu svona animal farm samfélag sko. Það sem að sko þeir sem eru þjónustustörfi og eru einhverjum áhættuhóp, þeir við að moka þeim í útkverfin sko, og það var einhver annar að sjá þá.
samt tölum við rosalega mikið, nei, það þarf að koma þessu fólki fyrir þarna, það er að koma þessu fólki fyrir þarna og þessi hópur, svo ef þetta á að koma nálægt okkur og þá einhvern veginn erum við alveg sko á bremsunni, nei, við tölum ekki þetta sko. Einmitt. Og við erum orðin pínu svona animal farm sko, það sumir eru bara jafnar en aðrir. Akkurat, en svo þegar var spurt hérna í Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal, Árbæ og Breiðholti, hver er áhuginn? Hann virtist vera mjög lítill og þetta mjög mikil andstæða við þessa þéttingu sem er að eyðileggja hverfin og kemur í baki á fólki sem að býr í rótgrónum hverfum og er alveg þarflaust að vera með þetta ofbeldi gagnvart þeim. En setjum sem svo að þú er einkaaðili sem hefur verið að velta fyrir þér að fara í svona framkvæmd og bjóða upp á þessa þjónustu, fjárfesta í svona miklu útvíkkaðri þjónustu sem væri borgarlínan, svona lúksus standard á öllu miðjusettar strætóakrinn og svo framvegis og þetta er fólki sem að þyrfti að nýta sér þessa þjónustu. Þetta er markaðskönnunin og hvað er þessi markaðskönnun að segja þér? Að væntalegir viðskiptavinir hafa lítinn áhuga, þannig að ef þú væri einkaaðili sem væri að spá í þetta þá myndir þú væntalega bara hætta við þetta því að það er ekki undirtektir. En sko, þetta segir mér að það er mjög ólíklegt að það verði róttækar breytingar á lifnaðarháttum fólks sem leiði til þess að sá hluti þeirra sem ferðast á höfuðborgarsvæðinu eða bara í Reykjavík fari úr 4%, þeir sem ferðast með bíl fari úr 4% að vera í strætó í 10-12%. Það er mjög ólíklegt. En það mun ekki breyta því að það mun þurfa að borga allt. Þess vegna hefur mér þótt svo skrítið að það sé ekki áhuga á því hjá þeim sem að hafa keyrt áfram þetta prógram að skoða hagkvæmari leiðir. Því það er þannig sko, Miðflokkurinn er ekki á móti almenningssamgöngum. Miðflokkurinn hefur sagt við viljum bæta almenningssamgöngur. Það þarf að bæta leiðakerfið og auka tíðni, betri vagna og það þarf að tryggja tíðnina með því og tíma áætlunina með því að strætó hafi forgang. En það er hægt að tryggja forgang öðruvísi heldur með svona rándýru breytingum og ekki nóg með að það fylgir sér kostnað. Þú veist, það er náttúrulega mikið rask fyrir hverfi borgarinnar. Sér bara eins og þessi umræða á Suðurlandsbraut. Þetta er þarna eru 2400 starfsmenn og fyrirtæki sem að velta sameiginlega að þetta er á við 6 álver. Samt bara að tala menn eins og þessi ekkert mála þarna stöðvist allt í einhver 5 ár. Og kannski lengur sko og útkoman líka verði þannig að það verður ekkert hægt að sækja þjónustu þarna. Akkurat, það er ekki að taka vinstri beygjur og það fækkar stæðum en samt haldaði bara að allir verði brosandi og opni bara aftur og viðskiptin blómstri sem aldrei fyrr 5 árum síðar sko og allir síðan ennþá. Þetta er auðvitað þetta er eiginlega bara svona mjög furðulegt viðhorf. Það hafi verið lagða fram ítalegar og traustvekjandi tillögur lagfæringar og sérfræðingar hafa komið fram og sagt þar sem að strætó hefur fengið forgangsakrein hægra megin, það hefur hægra megin umferð, það hefur bætt og aukið öryggi og flýtt fyrir strætó og það þyrfti bara að auka umfangið á því. Það hafa komið sérfræðingar sem benda á að það sé hægt að auka mikið hvað göturnar bera með snjallljósastýringu, bara nýrri tækni, bara gervigreind og talar við ökutækin ljósin, þetta séu 30-50 gatnamót sem að þyrfti að taka með þeim hætti. Þannig að það eru lausnir og það er búið að setja fram að það eru kannski 1/4 til 1/3 af kostnaðinu við borgarlínu að ná sama árangri eftir öðrum leiðum og sem að fela í sér miklu minna rask. Hvers vegna ættu ekki að hafa áhuga á því? Hvenær var það þannig að bara einhverjir 100 milljarðar eða meira í viðbót fyrir skattgreiðendur með einum og öðrum hætti skipti bara ekki máli? Hann kemur náttúrulega inn í þetta með loftslagsmálin sko. Að við séum að takast á við loftslagsmálin með því að koma sem flestum í almenningssamgöngur sko. Já, en það er nú svolítið skrítið. Þú ert sammála því, þú er nokkrar áhyggjur af loftslagsbreytingum. Já sko, ég er nú ekki sammála því að þessar loftslagsbreytingar hafa mikið með borgarlínuna að gera því að, og það er náttúrulega kemur líka ljós sko. Það er oft verið að tefla fram einhverjum svona sýndarökum
og fyrir nokkrum árum síðan var mikið talað um loftslagsbreytingar í tengslum við eins og borgarlínu og almenningssamgöngur, en svo eru bara allt í einu 70% af bílunum rafmagnsbílar og klárast bara nokkurn veginn fastað 100 þegar það verður búið að laga með hleðslustöðar fyrir bílalugubíla og svona, þá minnkar ekkert ofstækið sko í sambandi við það hvernig ég að keyra sko borgarlínu áfram, en það nefnir engin loftslagsmálin lengur og engum fundiðar ástefnum sem ég verið á núna í kringum þessi umferðamál hefur nokkur maður nefnt loftslagsmarkmið í tengslum við borgarlínu. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun, sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Yfirfærum þetta yfir Ég er alveg náttúruvernda sinni sko en Það eru það allir sko, Já, það er bara ef þú ert ekki tilbúin til þess bara að drekka úr papparöri og vera miður þín yfir því hvað þú hefur mikla erfðasynd gagnvart fortíðinni og sért ekki tilbúin að hafa 9 tunnur í sér hólfum fyrir framan húsið þitt. Og sé ekki bara stöðut með eitthvað samviskubit, en ég veit það bara að Ísland er fremst meðal þjóða í því að vera með 85% af sinni orkunotkun endurnýjanlega orku. Já, Albert Jónsson er búinn að vera að koma þessu svolítið að dagskrá sko, að við erum bara, við erum að hætta að skammast okkar fyrir okkar veruleika sko, og það sé bara einhver della hvernig við erum að haga okkur í orkumálum og fleira. En það er ekki borgin sem að sér það. Tölum praktísk atriði. Út af því ég bara segi þetta áðan að það er nú upp og ofan hvernig þið eru að koma út úr skoðanakönnunum. Þið verðið aldrei stærsti flokkurinn ef marka má skoðanakannanir. Hvernig ætlar að nálgast samningaviðræður ef að því kemur að þið náið 10-12%, það er hægt að gera þetta með Viðreisn og Sjálfstæðisflokki eða jafnvel ef að Framsókn kemst inn þá er hægt að gera þetta með þeim. Hvernig nálgast þú þitt erindi? Hvað ert að fara fram á? Ert að fara fram á það, þú myndir sættu við að þið myndir fá borgarlínuna út fyrir sviga og bara restin myndi bara stýrast af Sjálfstæðisflokki og Viðreisn eða Framsókn. Hvernig nálgast þetta? Er forgangsatriðið borgarlína, þegar þið erum að setja það mikið á dagskrá, hún það stóra, þið myndir bara sættu ykkur við það, bara við fáum þetta, svo með þið bara ráða restinni? Já, sko, ég held að borgarlína sé hluti af stærri mynd sem get komið svona sem eru þetta í skipulagsmálum og líka varandi bara þróun byggðarinnar og sem hefur haft mikil áhrif á lífskjör og verðhækkun húsnæðis og gert fólki ókleift að koma sér þakki yfir höfuð og svona, það sem að við viljum laga. En þú ert komin aðeins fram úr mér, sko, þegar þú ert komin í meiri hluta viðræður, af því að sko, ég myndi náttúrulega alltaf hugsa þannig í fyrsta lagi að maður fer yfir brýr þegar maður kemur að þeim, en við erum náttúrulega ekki komin þangað. Við vorum að tala um stöðuna í skoðanakönnunum áðan. Ég vil laga þá stöðu, ég vil ekki sætta mig við að þetta verði niðurstaðan. Ég trúi því að borgarbúar vilji breytingar, en eins og ég segi þó að sko, viðskiptavinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér, kjósandinn hefur rétt fyrir sér, en sko, ef að kjósendur vilja breytingar þá verður það að kjósa breytingar og miðflokkurinn er öruggsta tryggingin fyrir breytingum. Við munum ekki gefa afslátt á okkar megin stefnumálum sem að við höfum sko sett fram. Þá er miklu betri staða fyrir okkur að vera bara í minnihluta ef að við fáum ekki hljómgrunn með það sem við erum að berjast fyrir, ef að það nýtur ekki nægilegs
fylgis hjá kjósendum. Ég veldu við getum lært af dæmi Framsóknarflokksins líka með það. Ég meina, hann fær 18,6% í síðustu könnunum, bara stundum inni með 1 og 4 menn, stundum inni núna með 1 og jafnvel ekki í könnunum. Þannig og ég held líka að því að hann fór fram með kjósa breytingar en varð aðili að óbreyttu og ég held að hafi líka skaðað Framsóknarflokkinn í kosningum til Alþingis, þeir hafa nánast þurrkast út í Reykjavík. Þannig að það ekki gæfuleg stefna eða spor að fara fram með þeim hætti. Þannig að þú kemur kokhraustur á þetta samningsborð. Já, og ég meina ef að það væri bara þannig að við erum í minnihluta þá ég bara með mótmælaspjald á Suðurlandsbrautinni og berðist fyrir því að við fengjum því að auðvitað munu allir sjá betur og betur alltaf hversu vitleysa í gangi og þá bara vinnum við kosningarnar 2030 með glæsibrag. Það verður bara það verður með smá langtíma hugsun í þessu líka. Alltaf að vera svo Ómar Ragnarsson að hlekkjaði við vinnuvélarnar ef það alltaf bara að taka Suðurlandsbrautina. Já, ég fer á eitthvað námskeið hjá honum með kannski það en sem ég er að segja það þýðir ekkit að við erum ekkit í þessu til þess að bara komast í meirihluta og þetta sé bara eitthvað skipti ekki máli eða sé allt eitthvað umsemjanlegt en því ég var að tengja þessi samgöngumál við skipulagsmálin í heild þá get ég sagt þér það að maður auðvitað alltaf að læra þegar maður er að koma sér betur inn í málin og það sem að ég átta mig á sem miklu betur en bara verið 3 mánuðum hvað þéttingastefnan mikil undirótt að þessi samningur vaxtarmörk sem sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu gerðu 2015 mikill skaðvaldur og hafa rýrt lífsgæði borgaranna þetta undirótin að margir að tala þetta vilda vestrið í bílastæðamálum en þessi þétting það sem bara 0,4 stæði per íbúð og sem að fer þó bara yfir í næsta garð og þar fram til göttunum þessi mikla umfram hækkun á húsnæðisverði 60% hækkun á síðustu 5 árum og ég hef reiknað út og sett fram í greinum að bara þessi byggingaréttagjöld sem að því að þessi ofurþétting hefur sprengt upp verð á lóðum og svo hvað frá Reykjavík með íbúðir í félagslega kerfið og afslætti og þetta með atvinnustarfsemi á fyrstu hæð og svona að þetta sé að við hækka verð á 60 fermetra íbúðum 22 milljónir. Þetta ekki eitthvað lítil tala. Nei og ég ætla að bæta líka við því að ég hef nú verið aðeins í svona greiningavinnu á fasteignum bara gennum tíðina þegar ég var sjálfur að fjárfesta hana og þetta ekki ýktar tölur og fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því hversu miklar afleiðingar það til dæmis þegar þú tekur mikið af íbúðum út fyrir sviga fyrir félagslega kerfið þá þurfa verktakar að hækka og þeir eru tilneyddir til þess að selja þær ódýrara. Félagsbústaðir fá þessar íbúðir bara svo verið að heyra núna að þeir eru jafnvel að selja þá síðan á markaðsvirði til þess að færa inn í bókhaldið þetta svona einhvers konar sturlun en eins og þú segir með þessa kvaðir þú veist þeir eru með tóma kjarna á neðstu hæðum út af því að það var einhver í hugmyndafræðum það það myndi koma blómabúð og lítil vöruverslun og hannig þetta bara þú veist þetta hækkar verðið gigantískt og þetta náttúrulega svo oft, ég ekki að segja að fólk hafi ekki góð áform en ég að reyna líka þá bara að leiða fólki fyrir sjónir eins og segjum bara Samfylkingin sem segir Reykjavík á að vera jafnaðarborg og hér á áfram að vera jafnaðarstefna en þetta engin jafnaðarstefna það verið mjög mikill hluti af því svona jafnræði sem hefur verið á milli fólks á Íslandi og svona félagslegu hreyfanleiki og bara fjárhagsleg staða að eiga eigið húsnæði og eins og mín kynslóð bara 80% í eigin húsnæði og þetta gríðarlega þýðingamikið fyrir þinn fjárhag því að bara meðaltali sá sem hefur búið í eigin húsnæði
við 67 ára aldur á að meðaltali 76 milljónir í höfustól en sá sem hefur verið á leigumarkaði 4 milljónir í höfustól. Þannig að ég verið að benda á það að þegar að þessi ofurþéttingarstefna hefur leitt til svona mikillar hækkunar á húsnæði og það bara talið að af svona yngra fólki, 25 ára, að það sé bara 3% af hópnum sem að hafi tök á því að kaupa sér húsnæði án aðstoðar frá sínu baklandi. Þá erum við komin í þá stöðu að þeir sem eiga bakland og sem getur hjálpað þeim fjárhagslega komast inn á húsnæðismarkaðinn, hinir ekki. Og hvað erum við þá að búa til? Er það jöfnuður? Nei, ég skrifaði mitt grein á Vísi sem að það var í Viðskiptablaðið, Eimvél ójafnaður og misskiptingar. Ég tel að þessi ofurþéttingarstefna sem hefur verið fylgt, hún sé að búa til gríðarlega mikla misskiptingu og reyndar sem að fólk hefur átt að sjá að Reykjavík verður þá fyrir eldra fólk og þá sem að er í félagslega kerfinu því að það bara hugsa plásturinn að byggja fleiri leiguíbúðir og fleiri félagslegar íbúðir. Það þurfa auðvitað að vera en það getur ekki verið markmið þegar kannanir sína líka að 90% fólks vill búa í eigið húsnæði þá getur ekki verið markmið að það verið 35%, 40% og hærra verði á einhverjum félagslegum forsendum, leiguhúsnæði. Nei. Þannig að þarna erum við bara að festa í sessi að Reykjavík sé fyrir gamla fólkið og þá sem er í félagslegu kerfi en ef þú eignast barn og vilt koma þér upp þaki yfir höfuð þá flytur þau bara eitthvað annað. Ölfus eða til útlanda. Þetta er ósjálfbært. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Myndbandið svo birtir, þar sem þú ert að keyra inn götu á nagladekkjum. Já. Vissur að þetta væri göngugata? Varst það fokk í fólki eða? Nei, ég reyndar vissi það ekki að það væri búið að gera þessar breytingar og reyndar hef ég nú líka endurbyrt myndband sem að mér hefur verið sent sem var tekið að kvöldlægi þar sem var bara stöðugur straumur af bílum þarna eftir þessari götu. Þetta, þó að það er nú sagt að þessi breyting hafa orðið í nóvember þá var þetta nú tiltölulega nýleg breyting. Ég var að taka eftir þessu reyndar í fyrst skipti, skal gefa það það? Já, einmitt og svo var verið að birta myndir af skiltum sem ég hefði átt að hafa mist af að sjá en það var bara á einni mynd þar sem einn fjölmiðl birti það sem var skilti sem ég hefði mögulega geta séð en annað var ekki á minni akstursleið. Ég kom Pósthússtræti og beygði til vinstri inn Austurstræti svo það sé upplýst
Nú, þetta var náttúrulega líka á tíma þegar nagladekk voru leyfileg, þetta var í byrjun apríl, þetta var vel fyrir 15. Og meiri sé að hafði fyrir í sömu viku verið snjóbylur hérna í borginni og þú veist að núna ennþá fyrir norðan, fyrir þá sem að ferðast sko hérna á milli landsluta, eða erind út fyrir Reykjavík, það ennþá bara hérna snjór yfir öllu á Akureyri, bara núna í dag, hvað er ekki 7. maí í dag? Já, að hérna, svo það liggur við samt að við höfum verið farnir að velta fyrir okkur hvort þetta með gefið skyn að vera bara svona klárir sko, því að það var nú að því þetta var ekki malbik hellur sem að heyrði svona hátt í, en ég viðkenni sko að þegar ég sá þetta fyrst að þá bara á samfélagsmiðli að þá bæði heyrði ég sjálfur sko meira í dekkjónum en ég átta mig á og hérna áttaði mig á að þetta kynna orka tvímælis sko hvar væri farið en sko sjálfur hef ég aldrei verið í sérstökum vandræðum með að finna sko bílastæðahús og greiða reikninga vegna þeirra. Ég var að upplýsa að ég var að gera heimildamyndband þróun mála í miðborginni, en sko út af þessu hvað maður að segja, þessu umdeildu þáttum, þá fór þetta vídeó á ansi mikið flug og vakti mikið. Mjög margir sem horfa á þetta. Það voru yfir 200.000 áhorf á þetta vídeó, þannig að þetta vakti mjög mikið athygli á mínum málstað. Þú getur orðið TikTok-stjörna ef þetta gengur ekki upp. Já, en hins vegar gerði ég daginn sko annað vídeó sem var svona eiginlega öfugt sko, því þá var ég að labba út á götu með barnavagn eða kerru og kom bíll og flautaði og vildi ekki að ég væri að þvælast fyrir labbandi á bílagötu sko. Þannig að það er búið að fara í báða enda með þetta sko. Hvernig sér þið fyrir? Þú tölum bara stuttlega miðbæinn. Því að það er eitt sem að ég man þegar Laugavegurinn var gerður á göngugötu, þá var ég bara, hvað er þessi kommar að passa upp á það, ég með ekki taka mig Laugavegs rúnt eins og ég gerði alltaf þegar maður var táningur að rúnta niður Laugaveginn, það var alveg svakalega skemmt. En hins vegar, þá var ég bara núna sammála vinstrimönnunum það var bara gott að gera þetta göngugötu. Ertu ekki pínu sammála því að miðbærinn minna eins og alls þar annars staðar, að hann sé svolítið laus við bíla að einhverju leyti? Það geta verið sko hlutar, en ég ekki sammála því að það hafi haft jákvæð áhrif á miðbæinn að gera sko Laugaveg að göngugötu að hluta til, og það ekki þau skilaboð sem ég fæ frá rekstraraðilum, og þeim hefur fækkað mjög mikið á undanförnum árum, að Laugavegur hefur dalað, og bara þetta svæði sem svæði verslunar og þjónustu, og þeir sem að standa þarna í rekstri tala mjög mikið það, mikill meiri hluti þeirra, að það sé vegna þess að fólk eigi erfiðara með að sko nálgast til að koma í viðskipti. Og ég tel að Laugavegurinn hafi verið í betra formi og horfi þegar sem var nú á tíð Ingibjargar Sólrúnar, þegar hann var mjög sko fegraður, þó væri einstefna frá Hlemmi og niður að Lækjargötu, og ég teldi eðlilega að taka það form upp aftur, og það fór mjög vel á því að hafa þar bílastæði sem voru svona skásett meðfram, og öruggara líka fyrir fólk sem svo fatlað á aðra sem fara inn út úr bílum við þær aðstæður heldur en þeir eru svona hliðsettir við umferðina. Þannig að ég tel að það hafi verið gengið allt of langt í því að fækka bílastæðum á þessu svæði, og og það hafi ekkert fegrað miðað við það hvað var hægt að gera og hvernig þetta var orðið, og það hafi skaðað þarna væri blómleg starfsemi, því að líka varandi ferðamannin sem að gengur nú svolítið í bylgjum, hann hefur ekki áhuga á miðbæ þar sem að heimamenn ekki á ferðinni og ekki að gera viðskipti, þannig að viðskipti heimamanna við fyrirtækin eru líka nauðsynleg til að njóti eða sko hafi aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Tölum það reksturinn. Já. Það þarf að taka til í honum. Já. Hvar sérðu fyrir þér að hægt sé að taka til í reksturinn? Sko, ég hef aðalega talað þetta út frá stóru myndinni, bara út frá breiðu strókunum. Þú berð saman kennitölur úr rekstri borgarinnar við önnur sveitafjölög, og þá sérðu að það eitthvað mjög bogið við það hversu illa rekin Reykjavík er. Þannig að það þarf að taka þar til hendinni, og ég tel mig verið í góðum færum til þess með þó reynslu sem ég hef,
í að takast á við slík verkefni, en það er kannski ekki hægt að úttala sig um það í smáatriðum hvað þú ber niður, en við höfum bara bent á þessar staðreyndir eins og það að stjórnsýslukostnaður Reykjavíkur sé 50% hærri á íbúa heldur en meðaltali 5 stærstu sveitarfélagana og að Reykjavíkurborg sem er 7 starfsmenn á hverja 100 íbúa en önnur minni sveitarfélög með 5 starfsmenn á hverja 100 íbúa og svona. Það verður auðvitað að takast á þetta því rekstun er ekki sjálfbær. Það var nú verið að birta reikning fyrir síðasta ár þar sem við 5 milljarða halli. Samt er haldið áfram að fegra reikningin með ýmsum ráðum. Það er verið að kreista arð út úr orkuveitunni og ég segi kreista því að á nokkrum árum orkuveitan búin að borga yfir 40 milljarða í arð en á sama tíma auka skuldir orkuveitunar 55 þannig að þeir hafi rauninni tekið lán fyrir aðgreiðslunum til Reykjavíkur. Það var komin ný tala í blaði sá ég að því að það hefur þá verið uppfært út af verðlagi og annað að samtals uppfærslan á matsvirði félagsbústaða væri búið að tjakka upp 122 milljarða samtals síðasta áratug. Þetta er auðvitað svona fegrunar aðgerð sem að er alveg á mörkum þess að bara að vera í lagi sko, bara sem rétt reikningshald. Því að það stendur ekki til að selja þessar eignir. Þær eru í ákveðnu verkefni sem félagslegt leiguhúsnæði, þannig að það er ekki leigt út heldur á neinum markaðskjörum, þannig að það á ekki að pumpa verðmætið upp í mati á þennan hátt. Það er eitthvað skrítið í gangi sko. Og svo líka lóðasalan, það hefur líka komið fram í blöðum að á síðustu 10 árum hefur hún skilað Reykjavíkurborg hátt í 70 milljörðum líka þar. Þetta er heldur ekki sjálfbært þegar borgin sjálf er að kreista upp verðið á lóðunum með handafli, sko, með þessum lóðaskorti sem er búið að koma á. Þannig að það er líka kaupendur sem endar að greiða þetta, sko. Akkurat, en ég vil náttúrulega líka bara tala í lausnum, bara því ég nefni aftur lóðaskortin, að þarna á þessum fundi upp í Grafvogi í gær, þá benti ég á það að vinstri meirihlutin sem var 1978 til 82, þó hann sæti ekki eins lengi og þessi þaulsetni sem hefur verið núna, að þá hafði hann náð að búa til skort. Og það voru orðin einhver mikil vandkvæði, það var orðin svo erfitt að fá lóð í Reykjavík, mikill lóðaskortur. En Reykjavíkurborg var bara, og Reykvíkingar voru frelsaðir úr þeirri spennitreyju 82 með því bara að byggja Grafavog. Það frelsunin fólst í því og það, sko, ég sé lausnina fyrir mig bara á svipaðan hátt. Það þarf að víkka borgina út. Það þarf að brjóta nýtt land og það þarf að leyfa mönnum að finna hagkvæmari leiðir til þess að byggja íbúðir þannig að verði lækki og fólk hafi ráð á því að koma sér upp þakki yfir höfuðið. Já, ég er sammálaði sko, ég er samt farin að hljóma eins og Ólafur Arnarsson að tala við ríkisstjórnina, hefur hlustað á það? Nei. Eyjan, það er svakalegt hann er svo meðvirkur sko, það er sturlun. En sko, starfsmannamálin, þú talar að það sé að taka eitthvað á þeim, talar svona breiðu strókunum, en ég verð að fá eitthvað út úr þér sko, út af því að varan sem þú ert að selja er að það verði gert eitthvað í þessum málum. Já. Við erum með kulnun, við erum með mannréttindaráð og eitthvað, þú veist, það er alls konar einhver svona gælu verkefna rugl. Í ofanálaga fólk getur bara farið í kulnun sem er orðið eitthvað tískufyrirbæri sem fólk er byrjað að nýta sér til þess að geta verið í svartri vinnu og fá ofanálaun. Það þarf að taka skurk í þessu og nú vil ég bara fá eitthvað frá þér það hvað þú sérð fyrir. Þú ert rekstrarmaður. Ég veit alveg þegar þú varst hjá 365 að þá varst að harður í horn að taka. Þú sást bara ef einhver framleiðslu eining er ekki að skila af sér að þá þarf bara að grípa til aðgerða og annarkvort að minnka í aðföngum eða í mannafla. Reykjavíkurborg megin er það í mannafla. Nú vil ég fá að heyra frá þér hvað þú ætlar að gera til að raunverulega taka á þessu, hvernig þú ætlar að raunverulega taka á þessu. Sko þegar ég byrjaði 365 þá gæti ég heldur ekki sagt fyrirfram nákvæmlega hver ég ætla að bera niður að því maður verður að rýna það og það verður að vera á málefnalegum grundvelli þær breytingar sem eru gerðar. En það er alveg rétt hjá þér að þegar við erum fyrir til dæmis bara tekjufalli þegar kom inn á árið 2008 þá var það minnka fyrirtækið mikið og við fórum úr því að vera yfir 600 starfsmenn í rúmlega 400 þannig að það auðvitað tekur á. Þar hafði ég oft áhyggjur af því að
við bara erum ekki nóg mörg sko. Getum við bara leyst úr þeim verkefnum sem við höfum ef okkur fækkar svona mikið. En það undarlega gerðist, sérstaklega þegar þú ert að taka sko svona stjórnenda lög út úr myndinni, að í mörgum tilvikum gekk starfseminn betur eftir okkur hafði fækkað. Og það nú ekki, ég ekki að skjóta á það að menn hafi ekki svo verið að vinna vinnuna sína eða slíkt, en það bara oft þannig að fundahöld og umræður mál sko lengjast ef að 3 þurfa að tala saman og þeir ekki sammála þá þurfa að tala við þann 4. eða 5. sko. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Í sumum tilfellum líka bara starfslýsingin þannig að það verið að þú fyrir borga fyrir að vera fyrir. Svo ertu bara komin í alls konar lög sem einhvern veginn, þú ert að vera gegnum þennan og þennan og þennan og þennan. Þetta allavega leystist og hérna... Ég að tala um Reykjavíkurborg, ekki... ég bara segja þetta sko, ég hef líka segið það hjá sumum stjórnendum að þeir tala um það sem bara prinsip að vera undirmannaður, því að þú ert ekki undirmannaður þá fer að hlaðast á menn fyll út tíman sko, með alls konar viðfangsefnum og þannig að það skerpir á fókus. Ég talaði að Reykjavíkurborg þurfa að einbeita sér að lögbundum verkefnum, þjónustu við íbúana, en einmitt ekki gæluverkefnum. Þannig að þau úr sögunni, þú veist, eins og mannréttindaskrifstofa og eitthvað þannig? Sko, það kunna vera þar verkefni sem að þurfa að halda áfram og þá velferðarsviðs eða eitthvað slíkt, sko. Jú, ég held það. Þú nefndi nú orðið kulnun, ég ekki mikið inn í umræðu stöðu þeirra mála, nema að ég sá ekki þáttinn þar sem þú tókst viðtali við hana Björgu Magnúsdóttur en ég sá klippu á netinu þar sem fór yfir það, þannig að það bara mína nýjustu upplýsingar máli að þú sagðir að samkvæmt virk þá greindist 3,8% 3,8% af kulnunartilvikum sem raunveruleg kulnun en rúm 95% væri annað. Já. Þetta náttúrulega ekki bundið við Reykjavíkurborg náttúrulega, þetta slæmt hjá Reykjavíkurborg sko. Já, en þetta þá sko það þá motivation mál sem þarf að taka á. Já, ég meina líka. Ég tel að það þurfi að vinda ofan að þessu. Þetta bara orðið stórkostlega sérkennilegt og svo maður að sjá TikTok myndbönd þar sem að fólk sko að útlista nákvæmlega hvað þú segir við virk og hvað þú segir við læknin og hvað þú segir við sálfræðinga til þess að komast í kulnun. Já, það svona lögfræðingar leiðbeiningar svona. Já. En ég heyri að þú hugsaðir ekki eins fallega og móður mín heitin sem að hún var einhvern tímann í heimsókn þar sem hún var að vera að tala það að maður sem væri að byggja pall fyrir utan og þá væntanlega vera að vinna svart væri sko 100% öryrki en væri svo að byggja þessa palla. Mamma fattaði ekkert hvað voru að tala og sagði bara Guð sé lofa manninum að batna. Já. Þannig hugsaði hún. En þetta náttúrulega bara eitthvað sem að þarf að vinda ofan af út af því að þetta að fara þetta að skerða lífsgæði þeirra sem að munu koma til með að taka við keflinu og hafa ekki kosningarétt akkurat í dag. Það mjög margt sem að sko ekki sjálfbært og einhver þarf að borga reikningin fyrir rest sko. Nákvæmlega. Skipulagsmál. Við erum aðeins búin að koma inn á þéttinguna. Þú telur að það sé svolítið svona undir rót þess. Já. Förum aðeins meira í þetta sko, brjóta nýtt land, gera eitthvað sem ég hef verið svona með heimspekilega pælingar gagnvart að sko fólk geti skapað eigið heimili. Það var eitthvað sem var hægt fyrir örfáum áratugum síðan. Að maður fekk lóð, hann byggði sitt eigið heimili. Stórkostleg svona lærdómskurfa
upp á við þegar að fólk þarf að takast á við slíkt verkefni. Þú ert ekki með einhvers konar innréttingar inn í eldhúsi fyrst sinn, það nánast fókhelt salerni út af því að það dýrustu framkvæmdirnar. Verður það hægt ef að þið náðu að komast í meirihluta að byggja sitt eigi heimili? Já, hefur það eitthvað verið bannað í sjálfu sér? Já, það hefur það hefur ekki verið bannað, en kerfislega hefur það verið bannað, þannig að þú veist, Reykjavíkurborg það svo flókið að uppfylla. Nákvæmlega. Já, alltaf að bíða eftir einhverjum eftirlitsaðilum og þetta þarf að skrifa upp og þetta þarf að skrifa upp og þetta mikið hjá borginni. Ég teldi það vera æskilegt og þetta sem ég var að lýsa áðan þegar Grafarvogur var byggður, að þá náttúrulega fór þetta úr því að vera skortur þar sem sóttir og fyrst bara punta fyrir að hafa ekki fengið lóð í það þú gast bara mætt með teknibúlu og sett hann á korti þar sem að þú ætlaðir að setja þig niður sko. En það auðvitað ýmsar leiðir og þú veist, við höfum verið að tala að það ekki byggt í samræmi við óskir markaðarins og það sko skrítið bara að borgin sé að hafa skoðun á öllu stóru og smáu frekar en bara að láta markaðin það að leysa. Því auðvitað vill enginn sko fjárfesta í því að byggja allir íbúðir sem að ekki kaupendur að. Menn vilja byggja það sem eftirspurn eftir. En við höfum séð umræðina sko núna að meðan eftirspurnin sé eftir minni íbúðum, þá kannski megi ekki í blokkinni vera nema 15% íbúðana sko minni. Meðaltalið sé 90 til 100 fermetrar. Ekki í samræmaða sem að fólk vill en þá segir fólk samt sko að þetta sé þversögna því það líka sagt að við erum bara að byggja blokkir eins og í Reykjavík en ekki önnur form af híbýlum en þetta þarf ekki að vera andstæður því að þú getur byggt lítið þó að það sé ekki blokk og ég trúi nú ofta á það þegar það eru stóru vandamál eins og líka bara í leikskólunum að það ekki bara eitthvað ein lausn sem að eigi bara gilda. Það allt í lagi að séu valkostir og fjölbreyttari lausnir. En tala nú oft það í fræðunum, þú ætlar að borða fíla, þú borðar hann ekki einum bita, þú tækir fleiri litla bita og eins og í húsnæðismálunum. Við þekkjum það auðvitað að fólk hefur innréttað stúdíóíbúðir í bílskúrum og búið til 1 eða 2 kjallara íbúðir þar sem var ekki íbúð áður sem bara hluti af stærra húsi og svona. Ég sé ekkit að því að slíkar lausnir fá að þróast sem bara hluti af lausninni áfram. Fólk sé látið í friði. Fólk sé látið í friði með að leysa málin og þá voru nú menn að tala við mig daginn sem voru að sýna mér lausn sem væri vinsæl í Svíþjóð. Ég bara segi frá henni hér, ég er ekki komið svo langt að það geti verið tillaga sko. Minnir að við heiti Attila hús eitthvað svoleið sem hefur verið að byggja í Svíþjóð. Að þá bara verið að byggja hús út í garði. Það sem að sko, ef að þú ert með eldra hús og mörg hundur fermetra garð, þá bara í tengslum við það byggt 30 til 50 fermetra hús með rafmagni og tengt að og fráveitu húsins og börn eða ættingjar eða til útlegu flytja út í það eins og ég segi ég er ekki að stinga upp á þessu í neinu tilteknu hverfi í Reykjavík, ég bara að segja að það ýmislegt sem menn þekkja í öðrum löndum sem að eru lausnir á sinn hátt. Já, það margt í þessu. Ég tel náttúrulega bara að ríkið eigi ekki einu svona hafa skoðun á því hvort að ég vilji byggja húsnæði þar sem að ég bý. En það svo sem lengri umræði líka. Hérna skólamálin. Já. Miðflokkurinn hefur gerst svona frægur fyrir það að setja hinsegin og þið meirindar eiga það. Þú varst að tala með þetta áðan, með borgarlínu og fleira. Þið eru búin að setja alltaf mál á dagskrá og hafa mjög mikil áhrif á það hvaða mál koma svo dagskrá eða ekki. En það nú það sem miðflokkurinn hefur verið stoltur af að vera óhræddur við að setja mála á dagskrá og taka umræðu jafnvel þó að það sé eitthvað viðkvæmt að ræða málin en þá held ég að það megi ekki víkja sér undan því. Þá sjáum við til hversu óhræddur þú er við næstu fulleringu. Ertu sammála því eins og hefur verið svona sérst á öðrum stöðum hjá miðflokknum að það er að taka niður fána samtakana 78?
eitthvað til sem heitir fáni samtakana 78. Já, regnbogafáninn. Já, það eitt nú regnbogafáninn og annað nú ný útgáfa sem að ég nú ekki eins hrifin af bara vegna þess að mér finnst hún vera, sumir eiga tákn þar og aðrir ekki. Það sem að transfáninn inn í. Já, eða bara og þessi hópur og hinn eiga sína línu en aðrir ekki. Við erum náttúrulega að tala að það að vera umburðarlyndi, en mér finnst margir sem skreita sig með umburðarlyndi sína það mjög vel í umræðum þegar þær fara fram að þeir hafa bara umburðarlyndi fyrir fólki meðan það hefur nákvæmlega sömu skoðun og það sjálft sko. Ef þú hefur einhver aðra skoðun þá ekkert umburðarlyndi. En mér finnst þú nú ekki sko framsetningin á þér. Já. Mér finnst þú svolítið eins og hjá þessum sem að snúa út úr eða svona gagnrýnendum Miðflokksins sko. Ég ætla ekki að fara að svara sko einhverju mynd sem að sko gagnrýnendur Miðflokksins hafa teiknað upp af því hvað Miðflokknum finnst. Ari, þetta bara eitthvað sem að fólk hefur mikið spáð í, að það ekki óeðlilegt að sé ekki bara íslenski fáninn sem að blakti, við erum með Palestínufánan, við erum með Grænlandsfánan, svo erum við með Hinsegifánan, allt annað en íslenski fáninn. Ég til að það sé mjög margir bara sammála Miðflokknum það að það sé eitthvað skrítið og bogið við það að fyrir utan Ráðhús Reykjavíkur og fyrir aðrar opinberar stofnanir sé ekki bara íslenski fáninn og það sé ekki alltaf verið einhvern veginn að kæra sig inn í öll deilumálum allt. Já, sko, þannig að þú komin í annað þegar þú kemur Ráðhúsinu og fánamálunum, sko, því að ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem að ég tek umræðu það vegna þess að mér nú ekki einu sinni þótt bara sú umræða þess verð að blanda sér í hana, sko. Ég tel ekki að það sé nein vatnaskil fyrir neinn út í heimi þó að einhver fáni sér dregin að hún yfir Ráðhús Reykjavíkur. En höldum okkur það bara við skólamálin og þann fánin. En að því að mér finnst það bara asnalegt sko. Það sem eðlilegt við Ráðhús Reykjavíkur þetta bara, þú segir íslenski fáni bara Reykjavíkurborgar og það sem tilfallandi, það eru erlendi gestir eða frá einhverjum samtökum eða hvað annað. En varðandi fána við skóla sko þá samþykki ég það ekki að það sé einhver stefnað Miðflokksins að draga einhvern fána niður eða fána upp sko. Og það að draga niður fána eða setja fána hvorki bætir eða skerðir mannréttindi eins eða neins en það sem að er Miðflokkurinn hefur talað enda hann talar hann fyrir því að við getum haft heilbrigt stolt af því að vera sko Íslendingar og því sem að við höfum hérna í okkar samfélagi að við megum vel hampa íslenska fánanum meira en við höfum gert og það hefur líka verið talað að við getum hampað bara 17. júní og slíkt en ég vil líka vera alveg með það á hreinu að Miðflokkurinn ekki að tala af neikvæðinni til neinna minnihlutahópa eða jaðarhópa það alveg skýrt að við viljum ekki hafa mannréttindi á nokkrum einstaklingi eða hópi hvort sem að hann lítill eða stór og skólakerfið á að taka vel á móti öllum og þar á fólki að líða vel og þá leggja áherslu á það að það sé þannig og ég meina ég tek það ekkert út úr hvort að það út af því að þú sért samkynhneigður eða lítill eða bara fátækur eða þú veist það þarf að gæta mjög vel að því að allir njóti réttinda eða verði ekki fyrir líka bara einelti eða slíkt og ég tel almennt að skólarnir séu að standa sig vel í þessu ég sé það bara á börnunum mínum að þegar ég var í barna- og gagnfræðaskóla var ekki komið á neinn hafði ekki náð neinum þroska þessi umræða en það veist bara hvernig það var að það var ekkert verið að finna því þó að væri einelti gangi af slíkt, það var bara alltaf búið að finna upp orðið sko og svo hefur þetta bara þróast áfram og það allt á ákvæðan veg. Já. En þá skólamálin almennt Inga að taka á þessu. Já og sko þarna komum við líka að því að og ég get bara þá komið inn að þú hefur ekki spurt sko því það tengist nú þessu máli sko með eins og hinsegin fræðslu og aðra slíka fræðslu í skólum sko ég tel að það eigi að vera fræðsla í skólum og ef að og hinsegin fræðsla getur átt alveg á erindi inn í þann pakka þú veist eins og margt annað bara lífsleikni og kynfræðsla og annað slíkt sko
En ég tel bara að það sé ekkit sérstakt þessa hinsegin varandi það að hún á þá bara erind inn í námskrá. Þú ert að tala almennt að séu önnur samtök sem utanaðkomandi. Sko, það sem ég á við að ef að hlutir eru á námskrá og eru ábyrgð skólans að kenna, þá það bara gert af fagfólki, en það segir ekki að fagaðili get ekki verið í samtökunum 78, ég ekki að segja það, ég bara að segja að prinsipið að kennsla á ábyrgð skólans og þetta þá bara sett á námskrá. Hvað ertu nákvæmlega að segja hinsegin? Það sem ég að segja að það eru síðan umræður það bara eins og í blöðunum að þar hafi sveitafélög einhverju sérstöku hlutverki að gegna varandi sko að einhver tiltekin fræðsla eða fari fram í skólum en námskrá skóla ekki á forræði sveitafélaga en þau eru að gera einhverja samstarfssamninga við samtökin 78 sem aðila út í bæ, getur sagt. Og því finnst það þá eðlilegt? Nei, sko, ég tel eðlilegra bara að þetta sé, sko, sveitafélagi ekki vera að blanda sér inn í einhverja kennsluþætti í skólum. En þeir ekki skólana? Þeir hafa alltaf einhverja aðkomu? Jú, en námskráin á vegum menntamálaráðuneytisins og vegum ríkisins. Og það eru mismunandi leiðir inn á skólan sem eru með Kveikja Neistan og einhver sjónamið þessa fræðslu eða hina trompa náttúrulega ekki að það verður að fara lögum varðandi útboð á þjónustu ef upphæðir eru hærri sko yfir tíma heldur en til dæmis getur verið án útboð svo slíkt. Þannig að bara svo það sé sagt. En þú nefndir Ingu og skólana. Þetta eru þetta aðalatriði varðandi skólan. Skólinn snýst nú ekki bara þessa hinsegin fræðslu og slíkt. Maður hefur mestar áhyggjur af því að kennslan sé ekki að skila nógu miklum árangri eða þær aðferðir sem við beitum. Það var bara fréttir það bara síðast í dag að það væri að raka lesskilningi og nú að klára eða svona á 2 ára eftir í gagnfræðaskóla yngsta barni mitt, en ég myndi segja sem foreldri, þá eru náttúrulega aðal áhyggjurnar sem maður hefur hvort að börnin okkar sem kom út úr skólanum séu samkeppnishæf. Við erum öll klára á því að íslenski grunnskólinn einn sá dýrasti í heimi og en í þessum samanburðarmælingum virðust okkur vera að raka og árangurinn fara sko þverrandi og ég myndi hafa áhyggjur af því að börnin okkar sem kom út úr skólanum því að þau verða náttúrulega hvernig þau eru búin undir lífið sko snýst samkeppnisstöðu gagnvart öðrum nemendum frá öðrum löndum í bara sífellt smækkandi heimi. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar 2 upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég nefnilega ég ekki sérstakur svona hardcore reyndar til ég að Kristrún Frostadóttir sé frábær. En ég vil að þetta ríkisstjórnarsamband haldi einfaldlega út af Ingu. Já, út af því að ef að hún kemur þessi í gegn að ná að koma vitinu fyrir menntaelituna að þá verður lífskjara ábati þeirrar aðgerðar til næstu 30 ára svo mikill að hann verður ómælanlegur. Ég held í alvöru talað að við séum eins og þú varst að nefna ef þú gengur verr og verr, ef þú hugsar með þetta bara í hvaða rekstri sem ef að þinn rekstur þannig að hann gengur verr og verr með hverju árinu að þá þarftu augljóslega að breyta til og gera eitthvað og rífa það í gang. Þá eru bara allar viðvörunarbjöllur komnar í gang. Af einhverjum óskiljanlegum ástæðum hefur meðvirkni þessa samfélags verið þannig að við látum þetta bara einhvern veginn, við leiðum þetta hjá okkur og það galið.
Sko á listanum hjá okkur í miðflokknum eru kennarar, til dæmis Sóldís Reynisdóttir sem að hefur skrifað greinar skóla án aðgreiningar og og aftur þessi skrif og þessi sjónamið sem þarna er velt upp, þau eru ekki, sko þeim er ekki velt upp og á ekki að snúa út úr því þannig að það sé fordómar eða gegn einhverjum. Það er bara að vera að tala um það að skóli er skóli, það sem á að fara kennsla fram og það er prógram í því en sko þó að skólinn sé svo staður þar sem að margir nemendur koma og er tækifæri til að meta þeirra stöðu og til inngripa, þá er ekki hægt að breyta skólanum bara í einhvers konar félagsmála batteri og og hann sé bæði fyrsti instans og síðasti og allt þar á milli sem á að leysa úr öllu og ekki með tengsl við önnur úrræðið kerfi. Það sem ég á við er bara ef þú ætlar að ná árangri að kenna hópi nemenda þá verður að horfast í augu við það ef að þeir nemendur eru á mismunandi hraða. Einn getur lært mikið og hratt og annar hægar, að þá ertu að gera hvorum greiða með því að þeir bara verði alltaf að vera á sömu blaðsíðu og þú ert líka kannski með inn í sama bekknum sko mörg tungumál og sumir kunni ekki íslensku sem að kennslan fer fram á og annað. Þetta getur bara ekkert gengið, þetta er bara óraunsætt, þannig að þetta er kannski bara sama eins og er á mörgum öðrum sviðum þegar við erum að tala um að bara í skipulagsmálum þess vegna, að það sé bara keyrt á einhverja draumsýn. Þú veist, þú getur þess vegna að tala um borgarlínu, ég sá nýlega mynd af Sæbrautarstokki og það er svo gott veður og það er svo falleg tré og það er fólk að hjóla á stuttbuxum og ég sagði við vorum að sjá þessa mynd, heldur við getum fengið að nota körfuboltavöllin eða spila tennis þú veist, bara Ceausescu í Rúmeníu hefði ekki gert þetta betur að mála eitthvað plaggat á vegginn sem er engu samræmi við veruleikann og þarna er það sama. Þetta er kannski að góðum hug gert að það sé partur að vera góðu alla, allir séu í sama bekk og allir á sömu blaðsíðu, enginn má lesa eitt kafla í viðbót, sko fara fram úr bekknum, en þetta er ekki í neinum tengslum við veruleikann, þessi nálgun. Nei, vandi náttúrulega bara hins opinbera er sá að fólk hefur meira hagsmuni af því að geta kallað sig góða manneskju með skála í Prosecco á Kjarval í stað þess að þurfa raunverulega að takast á við aðstæðunar. Og skólan aðgreiningar er náttúrulega bara fullkomið dæmi um það, þar sem að er einhvað fólk með 1500 skall á mánuði sem eins og ég segi er að skála í Prosecco og Kjarval og kalla sig góða mannesku, samhliða því að þegar að kennari þarf að takast á við aðstæður þar sem að þau eru með mörg tungumál, eru með einstakling sem þarf að sérþjónustu að halda, en honum er mokað inn í bekkinn til þess að klappa sér á baki fyrir það að vera góða manneskja. Þetta er óstjórnlega vont, ekki bara fyrir þá sem að þurfa ekki á sértækri þjónustu að halda, heldur líka fyrir kennarann sem að getur ekki tekist á við þessar aðstæður, líka fyrir barnið sem þarf sértækt úrræði og fær það þá ekki á þeim tíma og þá eyðileggur þetta þannig fyrir öllum og þetta er ótrúlega vont og eins og segi, við erum sko, tapið á þessu er ómælanlegt en auk þess þá er náttúrulega það sem að Inga er að gera held ég ábati þess verður ómælanlegu líka sko. Já, ég er ekki að mótmæla en mér finnst ég tek undir allt sem þú segir en ég á samt eftir að heyra þig útskýra betur að því þetta er svo óvunlegt sjónarhorn úr varandi hann Ingu Sæland að það kemur hann óvart þú sem frjálshyggjumaður að þú ert þarna bara hennar gallharðasti stuðningsmaður sem ég hitt í nokkra daga allavega. Ég hef alveg verið leiðilegur við Ingu líka. Það er bara málið er það að sko allt frá bara Illugi Gunnars, Þorgerður Katrín, Svandís Svavars, Katrín Jakobs, ég er nú ekki að fara með þetta í réttri röð, Ásmundur Einar. Þetta eru menntamálaráðherrar og sem að hafa orðið húsvanir og ég held að sé sko sérstaklega slæmt innan menntamálaráðuneytinu að fólk verður húsvant alveg svakalega fljótt og ástæðan fyrir því er að þegar að fólk kemur inn í þetta kerfi að það eru rosalega margir sem eru með sko ekki bara betri hugmyndir heldur en þú heldur með þekkingu á málefninu sem að þú getur óumflýjanlega ekki sagt að þú sért með einhverja sérþekkingu á. Það gerir það að verkum að þú verður strax samdauna þessu kerfi og þegar að nýjasta víglínan verður alltaf það sem að þú ert að reyna að setja einhverja smá breytingar inn
að það óumflýjanlega lendur í því að verða stórkostlega meðvirku gagnvart kerfinu og embættismenninu fara að taka yfir. Þetta er það sem er búið að vera að gerast í þesslega 2 áratugi og þetta hefur haft stórkostlega slæm áhrif út af því að núna í fyrsta skipti er menntamálaráðherra sem er ekki meðvirku gagnvart þessu kerfi og er alveg sama hvað þau eru að segja. Þetta er bara nýmæli. Ég tek ekki undir margt af því sem Inga Sæland, ég til dæmis að almenna tryggingafrumvarpið hafa verið algjörlega stjórnlaust galið og við munum þurfa að vinda ofan að því einhver tímann. Hins vegar er ábati þess sem hún er að gera í menntamálunum þegar hún fer fyrir framan menntaelituna sem er náttúrulega ekki með alla kennar á bakvið sig út af að kennararnir vilja margir hverjir breyta þessu líka. En aftur á móti hún fer framan í þessa menntaelitu í beinu streymi og segja þeim bara there's a new sheriff in town. Það er eitthvað sem og það, eins og segi, kannski þurfti einhvern sem er í félagslegu húsnæði til þess að vera bara drullu sama og segja þessu fólki bara að, eins og segja, það sé bara komin new sheriff in town. Ég sá þessa útsendingu sem þú ert að tala um og ég er alveg sammála þessu en þarna er það líka bara eins og í miðflokknum að segja. Ég held að þið myndi ekki þóra heldur. Í alvörinni, ég held að bara þú erum menntamálaráðherra. Já, hver var í góður? Þetta er ágætt kannski brýning. Snorri, ég veit það ekki. Já, heldur ekki að Sigmundur myndi láta vaða og ég jafnvel. Nei, aldrei ég. Sko, ég held bara að þú veist, fólk sem er búið að vera lengi í stjórnmálum og Inga, hún hefur verið sér hvað, 2017 ég held að það er erfiðara heldur en að segja það að vera tilbúin til þess að þau eru með vini allstaðar og þekkja fólk með alls konar áhrif. Inga er ekkert inn í þessari kreðsu. Ég held að það hafi bara þurft eitthvað svoleiðis. En við erum aftur að koma að því hvað þetta er bara mikilvægt almennt að það sé hægt að hreyfa við málum og hreyfa við umræðefnum og það sé ekki einhver svona tabú að Sigmundur, ég sá það nú bara í færslu frá honum þar sem hann var að tala um að ég held að hann hafi verið að tala um kennara það gæti samt þeir voru allavega minnst á þessi mál í færslunni það sem hann var að tala um að fólk í geiranum sem hefði meðal annars viðra sjóna með hann og haft áhyggjur þyrði kannski ekki að segja það opinberlega af ótta við að falla í ónáð. Þetta er orðið svona eins og bara í sovjerska kerfinu að Við höfum verið að búa við það kerfi. Að þá er þetta svona, þú mátt ekki mistíga því, þú mátt ekki tala einhver tungumál þannig að þú standir út úr og afhjúpist sem að þú sért ekki á réttri línu. Þetta er náttúrulega bara að breytast, ég menna, sástu þegar Inga fór að tala um Ingo við ykkur. Nei, ég sá það ekki. Nei, hún bara sagði aumingja Ingo og það hefði sko orðið mótmæli og þú náttúrulega varst líka fyrir slíkru umræðu og fleira. Þannig að sko, já, það er náttúrulega margt búið að breytast sko. Það er náttúrulega þessi réttrúnaður er ekki eins og hann var sko. Nei, en hann er enn til staðar víða en alveg klárlega minna en var fyrir einhverjum missunum síðan, það er rétt. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Fyrir að ljúka þessu, ég er með spurningar fyrir þig. Þetta er með einhverjar hraðaspurningar? Nei, þetta er ekki beint sko, ég er þú sérst að leiðin á djammið. Já. Og þú ert að fara að velja á milli 2 einstaklinga sem að þú ert að fara að skralli með. Ok. Og þú ferð af snúrunni, á hverju hættir að drekka? Bara ég hafði ekki tíma til þess núna í bili. Í alveg? Ég er að vinna í þessu framboði frá því að opna augun bara í rúminu og þá gæti ég detta á kottan sko og það er bara engin tími. Engin tími? Það er ekkert gaman að vera að spjalla við kjósendur með eitt kaldan og... Ég er alltaf að fá mér eitt kaldan, það er það sem ég er að fatta sko að ég verð ekki ölvaður af bjór, skilur, 1-2 bjórum, þannig að maður veit bara að maður má ekki keyra, þannig að núna fæ ég mér alltaf 0 bjór og mér finnst það bara alveg góður, sko, þannig að ég sitt og ég var bara í ammæli í gær, 60 ammæli systur minnar og ég bara drekk
0 bjóra og mér finnst þetta bara í lengi munur sko. Ætlar að halda þær áfram edrú, eða? Ekki orða þetta svona, nei ég halda mér edrú Þú ert búin að halda þær edrú, ég er bara að spyrja hvort það halda. Ég hef ekki þurft að halda mér neitt edrú. Heldur þú fallir eftir kosninga bara? Nei, en ég ætla ekki að falla í sigurpartíinu sko. Nei, þetta hefur verið ágætis reynsla og fært mér heim sannin það að kannski var áfengi haftu hönd við óþarlega mörg tilefni áður sko. Ég get vel trúið að verði færri áfram þó að ég hafi ekki lofað þér því að vera á snúrunni lengur en til 16. maí sko. Það við sjáum til. Þú ert að leiðina skrallið. Já, ok, við vorum þar. Þú ert að velja með 2 einstaklinga. Já. Einn skilur eftir heima og hinn tekur á hörku. Ok. Hverju á ég para saman? Sigfús Aðalsteinsson eða Silju Sóli? Ég myndi skilja Sigfús eftir heima. Aha. Já. Ég held að hún hafi unnið í öllum tilvikum. Mér finnst að hún sé skemmtileg típa þó að ég og klár stelpa augljóslega þó að mér finnist ég vera að hlusta á Leonid Brezhnev sko þegar ég færi til hugmyndakerfa hennar kenningar til dæmis rekstur, innvistun og betri þjónustu, lægra verð og betri kjör starfsfólk ef að hið opinbera sjáu sjálft hlutin versus að einkaaðilar komist þar með puttana í og þannig bara með fullt að bráka borgum? Já, nei bara, þú veist, ég er innilega ósamála hennar sko pólitísku áherslum sem hún hefur kynnt en hún kemur mjög vel fyrir og greinlega mjög klár og geðþekkt manneskja. Það er augljóst. Það er augljóst. Pétur Marteins eða Einar Þorsteins? Ég myndi nú bara skilja hvoran eftir. Ég tæki á báða með mér. Já, Pétur er endar, sko, pínu leiðilegt, sko, þegar samfélgin á svo skrýtnum stað, sko. Já. Ég fíla Pétur mjög mikið. Mér finnst það skemmtilegur. Fílar þú hann ekki líka? Ég þekki hann ekkert sko, en mér finnst það mjög geðþekkur maður sko. Hafið ekki hist það? Jú, en ekki tala neitt saman, bara svona heilsast og skipt á okkur nokkrum orðum. Ég hef eins og átt meiri samskiptu Einar og hann er nú verið nágranni minn. Nú? Hann býr í Skagaseli en ég er búin að kaupa í Strítuseli. Þannig að ég ætlaði nú ekki að gera það þegar ég var hjá þau fyrir 3 mánuðum. Ég hugsaði með mér að ég myndi bara leigja því að verða auðvitað búið í Reykjavík og ekki hugsa meir það fyrir en eftir kjördag að setja á íbúð og sölu og fara að leita að en svo bara kauptækifæri? Já, þetta er bara svo skrítið að þegar maður þarf að gera eitthvað eða svona blasi við að það muni verða þá sko bara ég var að fara að sofa og þegar maður að skoða í tölvunni og þá dett inn á fasteignaauglýsingar og eitt leiður af öðru sko þannig að það fór hraðar Þetta er stundu svoleiðis? Já, en ég er búin að var að ræða þetta við hann og hann mælti mjög með þessu hverfi. Herðu, Hildur Björnsdóttir eða Björg Magnúsdóttir? Sko þetta er að verða svo sko snúið, ég myndi bara kasta upp á það sko. Aha, já. Ekki frekar Hildur eða? Það er nú líklega að þið lendi meira hlutum með þeim. Jú, þú veist að er þetta ekki ennþá að tala um að fara á djammið sko. Já. En það er náttúrulega undirleikandi skilabóð til þessi leikurinn gerði. Þetta er bara alveg svo áðan með skoðanakannarinnar, þú ert alltaf búin að hugsa þetta lengra sko. Það sjálfsögðu. Ég hugsa bara líf eftir kjördag, en þú ert ég er í 4D chess. Eins og kalkúninn sem spurði hinn kalkúninn sko, trúir á líf eftir jólin. Herðu, Kristín Jón eða Sanna Magdalena? Ég myndi bara skilja Kristinn eftir heima og hafi system í þessu. Já. Það var það sama og ég var í upphafi. Já, einmitt. Þá held ég sé bara komið með þetta, er ég að gleyma einhverjum? Það ekki við erum 11 held ég heilt frambúðin. Þú myndist ekki á góðan daginn frambúðið? Nei, hann heitir Ingimar. Ingimar, já. Hefur eitthvað hitt hann? Já, eða svona bara á fundum. Þekktur hann eitthvað fyrir það? Nei, aldrei síðan. Ég hann var að bæta mig við á Facebook, ég þyrfti eiginlega að bjóða hann líka, ég held að hann sé sá eini sem er ekki komin í bók, en
Ég hef bara aldrei séð hann áður og ég hef ekkert verið á samfélagsmiðlum, þannig að ég hef bara ekki tekið nægilega mikið eftir honum. Þú er náttúrulega ekki sömu skyldur og ríkismiðlinn að gera öllum jafn hátt undir höfði. Ég er ekki að mæla gegn því, sko. Ég er sko, þér að segja, þá, fyrir síðustu kosningar, sko, þá við þetta rosalega staðbendi og ég held ég í 30 daga var ég með einn þáttudag og bara keira. Og þá, sko, fannst mér í einhvern veginn vera búin að setja mig í stellingar og ég þurfti einhvern veginn rosalega mikið að vera með þetta kjarnað og staðlað og jafnleðlur, en núna er mér alveg sama. Ég eins og segi, ég er búin í þessu viðtali, þú fékkst algjör vettlinga handtök með að við hinna. Ég er búin að vera rosalega erfið við hinna. En ég var góður hlustandi því þú varst líka ofta að segja hvað þér finnst. Já, nei, og þú veist, og líka, ég er náttúrulega líka alltaf að leitast eftir því að fólk eitthvað svona misti í sig, en þú gerir þetta ágætlega. En nei, ég hugsa ekki, ég er náttúrulega líka, sko, ég er að búa bara til efni fyrir fólk sem ég vona að hlusta á, sko. Þannig hugsa ég þetta út af þetta er náttúrulega ekki fjölmiðill. Já, einmitt. Mér er alveg sama einhver svona staðlaðar skuldbindingar eðlilegra fjölmiðla. Þrátt fyrir það, mér finnst fínt að aðrir fjölmiðlar standi við það. Nú erum við bara að byrja að þrasa. Framboðslega, af hverju ætti fólk að kjósa Miðflokkinn? Hvað með það? Vegna þess að við ætlum að frelsa borgina 16. maí úr þessum vandamálum sem að hún hefur verið í, eins og við vorum að lýsa. Þannig að við ætlum að koma með lausnir, eins og við nefndum, á skipulagsmálunum, of dýru húsnæði, umferðartöfum, almenningssamgöngum, bílastöðum. Við víkkum út borgina og þróum hana í samræmi við vilja íbúana. Við tökum til í rekstri borgarinnar og bætum þjónustu þó að við getum jafnframt lækkað gjöld með því að ná árangri í því, að laga rekstur borgarinnar. Heldur þú getur gert kröfu á borgarstjórastólinn? Það fyrir eftir hvað ég fæ mikið fylgi í kosningunum. Ég veit það alveg, Ari. Ég er að segja, skilurðu, þú veist, þú ætlar að gera kröfu á hann. Já, það er alltaf von, svo Megar sagði einhvern tímann. Hann var spurður þegar hann fekk eitthvað velun, áttirðu von á þessu, og hann sagði það er alltaf von. En við skulum ekki útiloka neitt. Við útilokum ekki neitt. Ari Edvald, takk hérlega fyrir að koma og þangað til næst. Takk.